En við ætlum að fara í leiki sem að reyndist vera sjónvarpsleikurinn okkar í Mosó, Afturelding Fram, sem að var þetta bara algjört, já, mjög athyglisverður leikur þar sem að Aftureldingamenn héldu þessu bara áfram og það var þessi fyrri hálfleikur Einar Ingi sem að skildi svolítið liðin strax á. Þeir byrjuðu þetta bara frábærlega. Þeir fara í 7-4, eru bara góðu tempói einhvern veginn, staðan 19-11 í hálfleik. Þannig að það einhvern veginn svona ára yfir þeim að maður svona les einhvern veginn í það fram með engin svör. Allt gengur mjög vel upp sem lagt hjá Aftureldingu, tempói gott og hvað sem að sé einmitt bara markvarslan eða einmitt þessi sóknarleikur þar sem labb í gegn og skoruðu þetta 19 mörk í fyrri hálfleik sem það ekki oft sem að sér það gegn framliðinu sem hafa verið bara sterkir náttúrulega bara í fyrra og allt þetta en svo hafa bara markmenn þeir að vera frekar öflugir og þeir fundu sér alls ekki þannig í fyrri hálfleik. Einar Baldvin ennþá fjarverandi hjá Aftureldingu og verður það næstu vikurnar en Sigurjón Bragi, hann var flottur í kvöld í bikarnum og hann var flottur í þessum leik og hann átti margar frábæra vörslur. Ég bara frábær náungi skilur, ég meina 2006 módel að fá stærra tækifæri snemma á þessu tímabili, hann bjóst kannski ekki alveg við þessu en Einar Baldvin meiðist og þá einhvern veginn hann eina vopnið sem er eftir, ég meina Davíð Svansson á bekknum fyrir hann, þannig að það er búið að kalla hann einhvern veginn inn, þannig að hann verður bara að standa sig og hann heldur betur að gera það og í þessum leikjum minna. Og Hreiðar Leví Guðmundsson, náttúrulega gamli landsliðsmarkmaðurinn markmannsþjálfari þarna. Hreiðar Leví að leiða hann í gegnum þetta og það svona bara góð kemistría þar á milli, hann kemur sjálfur líka bara inn með eitthvað svona léttleika inn í held ég bara svona stemningun í Mosfellsbænum og kann held ég bara vel á þessa með Einar Baldvin og svo með Sigurjón sem svona ungur, promising markmaður. Þannig ég held að það sé svona skemmtilegt dúel. En það fyrir ekki á sig áður við tökum með þetta, það eru framararnir og þessi sem byrjandamistök á sig sem að þeir eru að gera trekk í þessum leik og þetta bara allt og dýrt á móti Aftureldingu og þú veist það sem við talum með Aftureldingu með stemninguna sko. Þetta aftur og aftur sko, þetta eiginlega ekki boðlegt sko. Þú kemst ekki upp með þetta á móti liði sem í sko með þvílíkt sjálfstraust að spila hraðan og skemmtilegan bolta sko, þú veist. Þetta bara ásum kafla sem að Afturelding bara bæta við marki og eðlilega verður Einar Jóns frekar pirraður á þessu og við ætlum að gefa honum orðið því hann tekur 2 leikli í fyrri hálfleik og við ætlum bara að hlýða á það og bara hlustið. Þú veist, já, þetta öll mörk þetta ein sending og mark, í alvöru tala. Ekki þið svona ógeðslega heimskir og lélegir. Sóknarlega þetta alltaf læg, við erum að setja ágætlega upp. Það alveg sama, þú kemur inn á, þú grípur ekki bolta, þú drífur ekki á mark. Þú veist, það bara, ég bara hver allra þroskast upp, ég get að spila þetta maður. Svo aðrir Lúlli, við hendum okkur ekki á boltana, varnarlega, þið tveir þið ná ekki fríkasti, þið bara eins og statist þetta. Það bara þetta var keilurinn á velli. Í alvöru tal. Þú hörmung að horfa á. Spilum handbolta. Þannig sko, við sjáum alltaf klippur á 2 leikliðum. Hann tekur fyrst leikliðan eftir, held ég, 11 mínútur eða eitthvað. Og svo 25 mínútur eftir að fyrra hálfleik. Og ég sagði hann, ég skil alveg hann tekur fyrsta leiklið, mjög ósáttur við hvernig þið komin í leikinn og þá svona lætur hann að heyra það. Svo tekur hann leiklið aftur og þá viltu einhvern veginn fá betra jafnvægið í leiklið að sé allavega ein breyting og ein lausn til staðar í staðinn fyrir bara að snappa á einhvern veginn allt og alla. Þá ætlum við að bera saman, sko, Stefán Árnason, þjálfari Aftureldinga, tekur leikhlé í síðari hálfleik. Þá voru framararnir búin að minnka þetta niður í 4 mörk og við skulum hlýða þetta viðtal hjá Stefán Árnasyni, þjálfari Aftureldingar. Strákar, nú erum við skrefin á eftir, nú erum við ekki að spila svo við ætlum að gera þetta. Gústi, þú kemur út að þýðir ekki strákar að fara að kasta frá sér bolta núna. Fáum aftur flæðið okkar, það eru margar góða sóknir í seinaleika sem að fara í gegn. Höldum áfram að spila stöðuskiptin Kaíró eða Barca, strákar, síðan þarf að fara að koma sér heim og síðan þarf að negla þá, ok? Þetta svona meira leiklið sem maður einhvern veginn sé ásað fyrir sér í kaplakreikunum sko á hans árum. Ég meina, þú veist, það fyrst aðeins strákar við erum að kveikja hans á okkur, miklu rólegra yfirbað og svo bara farið í breytingar og lagt upp eitthvað. Þetta svona frekar skýrt, hnit með að farið yfir það sem maður svona þarf að gera einhvern veginn. Ástæð, þetta ekki saman, myndir ekki aðeins finnst þetta ekki líklega til árangurs? Þetta líklega til árangurs. Þú ert eftir, sko, eins og seinna leiklið hjá Einar eftir 25 mínútur, þá stutt í hálfleikinn, þú getur tekið þetta svolítið í hálfleik, þá hefur 10 mínútur, þá getur kannski farið svolítið fast í það og komið svo aftur með lausnirnar, sko.
En svo bara ganga illa og Stefán Árnason allt annar stöð í seinni hálfleik sko, en hann tekur gott leiklið þarna í seinni hálfleik. Og þeir koma með 2 mörk þarna í kjölfarið og framarðir kom ekki tilbaka sko. Og þetta bara sem leikmyndir þurfa, bara smá núllstilling, vita nákvæmlega allir hvað verið að fara að gera. Þú veist, kemur einhver 2 kerfi sem hafa verið að fungera fyrir þig og þú lætur alla trúa því að muni fungera og þá líklegri til árangur sko.